Það var komið að annarri ógn heldur en þeirri sem stafar að íslenskunni, það svo kalluð hryðjuverkaógn og hingaði komin Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur. Þú er komin. Takk. Hryðjuverkaógn, hvað það? Er það eitthvað annað heldur en bara ógn af glæpum og ofbeldisverkum? Já, einmitt. Gott á skildir spyrja að þetta væri fyrsta spurningin að því að þetta einmitt svona atriði sem að ég svona byrja á að leggja áherslu á áður ég byrja að tala hryðjuverk. Einmitt hvað aðgreinir hryðjuverkaárás frá bara annari árás. Og mér langar að byrja á að segja sögu. Nei, ég ætla að skjóta inn sögu. Að því að ég hef verið að kenna kent afbrotafræði mörg ár og alltaf með tíma hryðjuverk og byrjaði að kenna í New York þegar ég bjóð þar, International Criminology og þar fórum við alltaf í hryðjuverk og þar var ég með mjög fjölbreyttan hópa nemendum og það sem ég fannst svolítið skemmtilegt að gera að þegar við byrjum að tala hryðjuverk þá lýst ég árás og svona lítilega og svo sagði ég hvaða upplýsingar þurfið þið til viðbótar til þess að geta sagt mér hvort að árásin sé hryðjuverka árás eða ekki. Og þegar ég fyrst byrjaði að kenna þetta 2012 þá var eins og þú getur rétt að ímynda þér þá var fyrsta spurningin hvers trúar gerandinn. Og hversu mörgur fórnarlömbin og allt þetta og svo fórum við inn í umræður út frá því að og þetta kemur svolítið inn á það að ég vissum að þegar ég legg þessa spurningu fyrir á næstuðan þegar ég kenni það að þá mun ég ekki lengur fá þessa spurningu hvers trúar gerandinn af því að það bara breyst svo mikið við erum fann að hugsa Það var fólk þá fyrst eftir í hvort að við hvort að væri múslimi en ef hann væri ekki múslimi þá var hann bara klikkaður. Já, þá var hann klikkaður. Múslimi getur ekki verið klikkaður. Já, einmitt og þetta trúin klikk. Trúin klikk í sjálfu sér og þess vegna þarf ekki að skýra það frekar En þannig þetta tala svona eins og almenningur horfir á þetta. Það lítur að vera ykkur í þínum fræðum og hjá löggunni lítur ykkur skilgreining á því hvað hryðjuverk. Já, en og það líka áhugavert að því að það engin svona alþjóðlega samþykkt skilgreining á hryðjuverkum, hún mismunandi skilgreiningin mismunandi á milli landa og mismunandi á milli svona alþjóðlega stofnana sem að fást við að rannsaka og safna upplýsingum hryðjuverk, en svona ein víð og algeng skilgreining að það sé beiting á ofbeldi eða hótun beiting á ofbeldi þar sem tilgangurinn að valda almenningi verulegum ótta til þess að ná fram einhverjum pólitískum breytingum. Þetta þessi svona einfalda og víða skilgreining sem bara eins og þú heyrir pínulítið erfitt að því leyti að segja til dæmis var markmiðið að ná fram pólitískum breytingum, hver skilgreinir það hlýtur að vera gerandinn einn eða gerendur einir vita hvert raunverulegt markmið var sem getur verið flókið og það auðvitað valdhafar, sitjandi valdhafar sem hafa þá þetta skilgreiningavald. En svo skilgreiningin samkvæmt íslenskum lögum, hún miklu víðari en samt miklu þrengri og það verður eftir hvernig lítur á hana. Ég skrifa hana því mannan ekki, hún eina þeir flóknustu svona lagalegum skilgreiningum. Samið í nefnd. Já. Samkvæmt íslensku lögum brot sem getur verið manndráp eða líkamsárás eða að brenna, að kveiki einhverju flugrán eða röskun á umferðaröryggi sem gert í þeim tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum hætti íslensk stjórnvöld eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnanir til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert eða í því skyni að veikja eða skaða stjórnskipun
eða stjórnmálulegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar undirstöður ríkis eða alþjóðastofnana. Og þú tekur eftir að ég legg áherslu á eða, sem náttúrulega vandamáli við þessa skilgreiningu, að hún verður alveg svakalega víða því að það er svo margt sem getur komið að undir. Ég stoppaði við umferðar. Já, raska umferðar. Já, það bara það sem að Sturla Jónsson og vörubílstjórnir gerðu í Ártúnsbrekkunni hryðjuverk. Saka þessu. Sem meikar enga sens, sko. Sem meikar enga sens. Það bara mótmáli eða franski bændur að sturta skarna fyrir framan eitthvað ráðuneyti. Vandamálið eru þetta að sko löggjafinn eða valdhafar geta eftir ákveðin geðþótta skilgreint hvenar ákveðin ólögmæt aðgerð, hún ólögmæta því að hún ekki hvenar hún skilgreint sér hryðjuverk, sem skiptir auðvitað mjög miklu máli að því að öll viðbrögðin eins og við þekkjum í dag á Íslandi erum farin einhvern veginn höfum bara skýrt dæmi öll viðbrögðin breytast eftir því hvort að árásin falli undir skilgreiningu hryðjuverka eða ekki. Og eins og bara á Íslandi að þá sko það að hóta hryðjuverka árás fjöldamorði. Já, sko, þú þarft ekki... Þeir ætluðu að fara og gera árás og ársótið í lögreglunar. Já, en... Það hefur gælt við þá hugmynd. Já, en sko, bara almennt undir þessu lagarama að þá að hóta árás sem ekki flokkusis hryðjuverk, að þar tekur allt annar refsirami við, en ef þú ert að hóta árás, hvort sem að fórnarlömbið þín áttu að vera 2 eða 22, að þá liggur við ævilangt fangelsi. Þannig hryðjuverk. Já, að það hryðjuverk. Þannig að punkturum minn var að það skiptir auðvitað verulegu máli hvernig hvað skilgreint. Það er bara í þessu máli sem við erum að tala í kringum svolítið. Já. Við vitum lítið það. Einmitt. Að þá er það náttúrulega upp á líf og dauða fyrir verjendunar að skilgreina þetta sem eitthvað svona... Eitthvað annað. Bara eitthvað vitleysigang í óþróskuðum úlingum. Já. Og svo... Því það refsi rammin svo ólíkur. Já, það er bara ákkurat málið. En ákveður það? Til hvers þurfum við að hafa þessa skilgreiningu á hryðjuverkum sem svona mikla ógn við hvað almanna hag? Sko, mín skoðun að við þurfum ekki sérstaklega að því að árás er árás, að við þurfum ekki sérstaklega þetta sérstaka lagaramma utan þetta, að árás er árás, ofbeldi er ofbeldi. Þess að sömdu þetta á því að þetta sé eitthvað ekstra alvarlegt. Einmitt. Og þess vegna erum við með þetta hryðjuverkatal. Já, þess vegna erum við með þetta hryðjuverkatal. En sko... En samt, Margrét, það eru glæpamenn sem að fremja ofbeldisverk og svo eru hryðjuverkamenn sem að gera það í pólitísku tilgangi. Já. Skjóta mig eða þig til þess að hafa áhrif á okkur allt annan á meðan að ofbeldisfólkið skýtur bara mig og þig fyrir þess að meða mig og þig. Já. Þannig þetta fyrirbrigði til. Auðvitað og auðvitað og þetta er auðvitað, ég er ekki að gera lítið úr alvarleika málsins, hvorki þessa mál sem er nýskeið á Íslandi eða öðrum árásum. Það sem ég er að segja bara að lagalega séð að og þessar skilgreiningar að þær séu það víðar að það geti ákveðni valdhafar geti haft eitthvað svona geðþótta ákvörðunarvaldi yfir því hvenær að árás er skilgreind sem hryðjuverk og hvenær ekki, og það geti haft gríðarlegar afleiðingar, ekki bara fyrir gerendur sem kannski, ef við tækjum það út og það ætti að vera aukaðri, þá líka bara það getur haft gríðarlega áhrif á til dæmis stuðning sem allar varnaðar aðgerðir fá. Allar svona hugmyndur að varnaðar aðgerð, og það náttúrulega bara besta dæmið bara strax í kjölfarið á þessari er ekki orðið svona flesti farnir að tala meintu hryðjuverka undirbúning eða meinta hryðjuverka undirbúning, að þá kemur til að þessu frumvarpi forvirkar rannsóknarheimildir. Það var nú til, það er bara sótt upp í skúffu, hún kemur reglulega fram.
Já, það er bara að vera það er að leita rétta mómentinu til að ná því í gegn. Og þarna kom sem næstu eins og hryðjuverkamenn hugsa, sem að búa til svona að fella lögmæti stjórnvalda til þess að koma ykkur í gegn. Þá eru stjórnvaldur ofta að leita nógu miklu ótta í samfélaginu til að koma ykkur tilteknum lögum í gegn. Ég ætla nú kannski, maður gæti líka nefnt útlendinga lögin í því samhengi að fjöldi útlendinga, þá er tækifæri til að koma í gegn, en ég ætla ekki að vera ríkjum saman, ég er bara að segja að... Nei, ég skil þig, einmitt. Það er bara að valda almenningi ótta til þess að mótmæla eða koma einhverju skilabóðum áleiði, sko. En En ef við förum leitum að dæmum að það hefur verið talað og ég skoði Twitter-reikningin á öðrum þessara drengja og hann var að fylgja svona hægri öfgamönnum eins og sagt í Bandaríkjunum og algjörlega bandarískur veruleiki sem hann lifði í. Og þar hafa verið töluvert svona hægri hryðjuverk eða ofbeldisverk eða ég veit ekki hvað þetta kalla árásin á þinghúsi, það er ekki hryðjuverk eða hvað? Já, það var nú, ég veit ekki, það er ekki skilgreint, ég held að hafa ekki verið ákært sem slíkt, en náttúrulega skapaðist mikil umræðum að þetta falli undir skilgreiningar, hryðjuverka og ætti að vera litið á sem slíka árás, sko. Og hér í umræðinu var svolítið talað það að þetta væri ekki svona hægri legt að ráðast á stofnanir samfélagsins, en í Bandaríkjunum er það hægri öfgamenn sem að ráðast á grunnstofnanir samfélagsins. Já, einmitt. Og sko það er náttúrulega samt sko fleiri dæmi að almenni borgarar séu skotmarkið, en það eru einmitt mörg dæmi í Bandaríkjunum líka, það er eins og þetta einn staðista árásinn þarna Timothy Wade, hvað var það, 95? Það var FBI byggingin og einmitt hverju var hann að mótmæla, einhverjum skonar innflytjenda löggjöf og fyrirverandi hermaður, og það er, þegar ég hef skoðað þetta, eins og í Bandaríkjunum, þessi öfgahægri hópar í Bandaríkjunum, þessir árásamenn þar, sko, hvað eiga þeir svona sameiginlegt, það er ótrúlega hátt hlutfall af þeim eru fyrirverandi hermenn. Og svona hafa einhvern veginn tilhneigingu til þess að sjá heiminn í svarthvítu ljósi eða svona. Viðvinir, óvinnir og mínir félagar. Einmitt og skipt þannig upp, sko, og hver raunverulegur óvinnurinn er svo breytilegt á milli hópa og virkar stundum svona arbitrary næstu því, sko, hvort það er bara útlendingar, hvort það eru konur, hvort það eru frjálslynd eða liberals, samkynhneigðir og einhvers konar heilsugæslur sem að framkvæma þungunarrof. Já, og ef við erum í Bandaríkjunum, hvort sem það er einmitt þessi, hvort sem það er menning, hvort sem það er kynþáttur eða uppruni eða kyn, eða sko þá er, hópurinn sem að þessir, skulum kalla á hryðjuverkahópa, ráðast gegn, eru mismunandi. En er það hatursglæpur? Já, og svo ef maður lappar inn í kirkju og drepur fólk þar, er það hryðjuverk eða hatursglæpur? Það er bara alls ekkit skýrt. Og ég hef einmitt verið að velta því fyrir mér að því að núna það sem hefur eins og svona The Global Terrorism Database, sem er svona það sem að öllum með mestu upplýsingum hryðjuverk er safnað og hefur verið safnað mjög lengi og gefa út árlega skýrslur þar sem er farið yfir bara allar skráðar hryðjuverka árásir á heimsvísu, að í þeim skýrslum hefur komið fram síðustu að svona almennt hefur hryðjuverka árásum fækkað nema hryðjuverka árásum sem eru skilgreindar sem öfgahægri. Þetta á við bæði í Bandaríkjunum, en þetta á líka við í Evrópu. Að þeim hefur ekki fækkað og þeim er að fjölga svona á allra síðustu ári. Bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Og svona, og þá velti ég fyrir mér hvort að það sé vegna þess að hluta til, vegna þess að það sé orðið algengari að þessar árásir og þessir hópar
séu núna skilgreindir sem hryðjuverkahópar og hryðjuverkaárásir og var áður kannski sem hatursárásir eða hatursglæpir. Það sé öðruvísi talið. Það sé öðruvísi talið, öðruvísi skráð, það má vera. En svo bara að svona fylgjast, að því við erum að tala Bandaríkin, að fylgjast með því sem að gerast þar. Það er að minnsta kosti, og náttúrulega bara Trump og allt í kjölfarið á því, það er að verða eitthvað svona, hvort sem það er skilgreint sem hryðjuverk eða sem hatursglæpir, að þar er náttúrulega ástandið hefur verið að versna og hefur verið að versna mjög mikið. Þar þarf Trump bara Proud Boys eins og svona brúnstaka sem að fara og berja á anstæðingum hans. Já. Hendið honum út úr salnum og þannig það er líka bara svona, ég veit ekki hvað að kalla svona, þetta er bara ofbeldispólitík. Já. Þannig ofbeldisfull mótmæli og síðan klassa saman mótmæli þar sem að fólk slæst, það er ekki hryðjuverk og ekki hatursglæpir eða hvað, það er bara pólitísk átök. Já, og þetta mitt sýnir svolítið skilgreiningavanda. Hvað ertu með? Að því að sem líka skiptir máli að því að ef við ætlum að fara að skýra, hvað til dæmis bara skýrir það einstaklingur gangi í svona hryðjuverkahóp eða öfgahægri hóp frekar en annar, að þurfum við þá ekki líka bara að fara að skýra það hvers vegna stjórnmálaleiðtogar eins og Trump eða eins og Putin, á hverju þeir eru árásagjarnir eða á hverju þeir ráðast inn í önnur lönd, hvað eru við að fara að skýra og þannig ég bara svona ekki áherslu á svona smá flækjustig. Ofbeldið er í samfélaginu og viðurkennt og stofnanaðvægt. Já, einmitt að en svo eru þannig svona fríliðar sem eru með sitt eigið ofbeldi. Já, og og það hafa náttúrulega rannsóknir verið bæði á svona hryðjuverkahópum, fólki sem tekur þátt í hryðjuverkahópum, það er hvort sem það er svona sem hafa tengsl við íslam eða öfgahægri og séð svona hvað einkennir þessa hópa eða þetta fólk og það er þá sjáum við að til dæmis bara að það verðist ekki vera mikill munur á til dæmis þeim fólkinu sem fór til dæmis frá Vesturlöndum og fór að berjast með ISIS eða ISIL og fólkinu sem er að berjast með, eða mönnunum, þetta er nú aðalega kallar, sem er að berjast með svona einhverjum, eða taka þátt í einhverju svona öfgahægri hópum. Þetta er ekki svipaði karakterar og svona miða við allavega þær rannsóknir sem er til sem eru nú ekki mjög margar, en þetta er ekki endilega að því að félags- og efnaðarstaða, að minnstakosti þeirra sem fóru að berjast með ISIS, var mjög mismunandi, þetta var ekki endilega verst setti hópurinn. Sá hópur var ekki trúaðist í hópurinn, þetta er hópur sem var illa að sér í íslam til dæmis, það var auðvelt að túlka fyrir þá Kóraninn en kannski voru þau líka að sækjast bara í ofbeldið frekar en í trúna? Algjörlega sækjast í ofbeldið frekar en trúna og svona hópur sem upplifði ranglæti, upplifði svona mismunun og upplifði einhvers konar óþægindi að heimurinn væri að breytast of hratt og þau verið að missa og virðingu. Já, og það með öfgahægri hópinn er algjörlega svipað þrátt fyrir að er svona svipað því leyti að það er svona einhver ótti við að missa virðingu, missa statusinn sinn, að það sé alltaf breytast rosa hratt og einmitt að búa til eitthvað óvinn og að öðru leyti eru þessi menn ekkit endilega, það er ekki geðræn vandamál. Það sem átt að vísa í svona skynjunina á þróun samfélagsins eru bara meginströms stjórnmál í Bandaríkjunum. Já, akkurat. Að við sem að missa Bandaríkin. Akkurat. Út af spillingu, út af innflytjendum, út af uppgangi kvenna og svartra sem að taka á okkur réttindi. Þetta er bara... Þú þarft ekki að fyrir hryðjuverkamenn til þess að segja þetta. Þetta er bara kosningar. Einmitt. Já.
og neða því þú segir þetta, þá finnst mér áhugavert að að ég verið að lesa einhverja svona greinar það hvað og þar sem að fókusin hefur verið á Evrópu og svona hópa einhverja nasista, nýnasista og öfgahægri hópa í Evrópu og þá verið að tala sko hvað hvernig getum við gert að komið í veg fyrir svona róttækni og að menn fara að leita í svona hópa og þá það, já við verðum að eiga svona opna umræðu, það verður að mega segja allt og þannig að það þurfi ekki að fara í einhverja svona samsæriskenningar, það þarf að hafa allt upp á borði og það þurfa allar svona raddir að heyrast. En þá ætti það orðað eins og ekki að skrýmslavæða fólk í umræðinni. Ekki að skrýmslavæða fólk í umræðinni. Þannig að ef þú segir eitthvað sem passar ekki alveg, að þá ertu ekki bara farin alla leið. Ekki hrekja fólk út á ysta jaðar. Það ákvörðat það sem að hefur verið svona bent á, allavega svona í mínum fræðum, en svo hugsa maður Bandaríkin, einmitt eins og úr að segja. Þar þetta ákvörðat, það ekki, þetta ekki bara ekki skrýmslavætt, heldur þetta svona hilt og viðurkennt að bara fyrirverandi forseti Bandaríkjanna. Og þá klofnar samfélagið alveg. Og þá klofnar samfélagið, sko, þannig að já. Herðu, en ég var að lesa aðeins í skýrslu Europol hryðjuverkaógn og var að lesa hægrið og þá var talað að það hefði mikið breyst á síðustu árum. Já. Og það tengdist svona COVID og byggt á því að út af félagslegri einangrun og hungsfólks og einhverjum hungra manna að það hefði orðið svona svolítið breyting á þessu. Það voru svona nýnæsta hópar skipulaðir með eitthvað fóringja og allir í skónum og eins kliftir og eitthvað svona. Það hefði svona verið einkennið en núna hefði þetta vilja bara farið inn á netið vegna þess að voru engin leið til þess að vera í samskiptum. Og það hefði leitt til þess að þeir sem tengdust þessum hópum og netið væri náttúrulega miklu svona óskipulaðara og óljósara og erfiðara fyrir svona, þau voru að barma sér við því að vera erfiðara að sjá þetta. En tóku líka svolítið svipa því sem var í Bandaríkjunum að því að netið þá bara orðið alþjóðlegt, þá flýtur á mikið á milli. Og það voru tvennt sem að nefndu sem svona breytingar í hugmyndafræði sem að vera bakvið. Og þetta þarna, rasismin þarna og hugmyndunum yfirburði hvíta kynstofnsins og þú veist að samfélagin standi ógn af innflytjendum. En það var tvennt sem að bættist við. Annars vegar var svona hugmyndum það að samfélag veri búið að þróa svo langt að það þyrfti að hrynja áður en að vera þetta að byggja upp á nýtt. Og að því við erum að tala svona meginströms stjórnmál, þá þetta bara eins og Steve Bannon talar. Hann talar eiginlega að þurfa bara að brjóta niður bara brjótið allt þetta helvíti og þá það setja byggja upp aftur nýtt. Og þetta væri orðin svo mikið og það leiddi til þess að það veri líkur á því að hægri menn myndu þá ráðast á stofnanir samfélagsins. Svo var annað sem að var að kvenhatur hefði magnast mikið og það var tengt því sem að gæti kallast á íslensku svona nauðarinnlífi. Það eru kallar sem að, ég veit ekki hvað að segja, gangi ekki út, hefur upplifað höfnun af konum og inn í þeirra grúppu talað konur eins og þær hafi svikið á, að konur séu viðsjárverðar verur sem heldi bara þá sem eiga peninga og það sem hafa eitthvað status og skilja okkur en eftir og ég ekki nógu góður og þarna hafið grassir alveg stórkostleg kvenfyrirlitning sem að mátti skilja að væri hluti af þessu svona bakklasi sem að væri í bara frelsisbaráttu kvenna og samkynniðra og alls konar hópa. Það væri raunverulega í gangi mikil svona hugmyndafræðileg breyting bæða þessu leyti og svo náttúrulega ef þú lifir í heimi í samfélagi sem þú sér fram á að eiginlega ekki bjargandi að það náttúrulega svolítið munur heldur en á því að vera að fara að verja eitthvað sem að sótt að. Akkurat. Þannig að COVID
Já, sko, ég var aðeins byrjuð það var aðeins byrjuð að fjalla þessa breytingum en þess að fyrir COVID. Það að segja bara svona eðli svona hópa væri í raun að vera að breytast á þann veg að við varum að sjá miklu meiri svona lauslega tengd net hér og þar heiminn sem væru og það væri að koma nýjar hugmyndir einmitt eins og úr að nefna sem mjög öfgafullar. Það verður hættulegt því að þá þeikir bara einhverjum einum dreng einhver stað í afdölum sem að getur gert eitthvað, það eiginlega skárra að hann sé inn í einhverjum bjánanlegum hírakíu hópi. Algjörlega og svo líka sko að því að það var þannig að sérstaklega með svona einhverja nasistahópa í Evrópu að þeir voru sko það var verið ungir menn fóru í hópana og hluti af því var einhvern veginn að sækja í félagskapin, virðinguna og svona hópeflið og að vera vel mertur hluti af því samfélagi og svona útlitslega séð voru þeir ábyrrandi og það líka breytt af því að margir af þessum hópum sko það ekki bara þessi lauslegu tengsl heldur sko engin sérstök merki og það náttúrulega, sko, ef þú ætlar einhvern veginn að fara í einhverja skonar varnaðaraðgerðir eða í löggæslu úr eitthvað að hugsa þannig, að það það náttúrulega miklu flóknara þegar þú ert með hópa sem bara, tengja sig ekki við neitt svona útlitsmerki. Vilja það bara alls ekki. Vilja það alls ekki. Og má ég að segja að sko Breivik hafi gefið tónin að vera bara últra snirtilur, últra venjilur. Já. Ekki vera með neitt svona underdog svip. Einmitt. Og sko, og einmitt þetta baklas í þessu, sko, svona kynja svona hugmyndu í þessum karlrembu hugmyndum eða hvað, sko, þessu kvenhatri. Það, virðist vera svona, einhvern veginn að það að verða miklu meira núna og maður velti fyrir sér sko þetta internetið erum við að sjá bara hvað baklas aftur á íslensku af því ég veit hvað síðasti þátturinn þið fjallaði þá vil ég fann ekki hvað nei þú veist hvað bakslag að þetta sé bakslag og svo í bland við bara kemur COVID sem hefur náttúrulega allt sem ætti að ýta undir svona óreiðu og ofbeldi til staðar í COVID og það ekkert skrítið að í kjölfar á COVID séum við að sjá hækkandi tíðni á svona ekki bara á svona einhverjum öfgahópum heldur líka bara ofbeldi meðal unglinga og fleiri sko og svona fleiri tegundum af ofbeldishegðun af því að bara eins og bara félagslega einangrun náttúrulega óholl og þannig að Þannig að það tengist líka svolítið sem hefur verið í fréttum undanfarið sem svona vaxandi hattursorður eða ofbeldi meðal ungsfólks. Við höfum svolítið rætt það við rauðaborðið svona. Við erum að vísa bara í eigin reynslu og það sem við tölum við börn og það meðist vera svona tilfinning meðal barna að þetta sé að versna. Það sem að lifi í þessum heimi. Og það er erfitt að vefengja það. Að ef það er upplifun barnana að þetta sé verra. Og mín spá að þetta muni versna áður en þetta verður betra á Íslandi að því að sko það er alltaf verið bullandi rasism á Íslandi lengi en sko við höfum verið svo einsleit að sko ég veit ekki hvort það sé bara að það sko við höfum ekki upplifað það stundu talað það að fólk finn ekki sko rasismi byrja ekki einhvern veginn að verða áberandi hvort það er í fólki eða samfélaginu fyrir en að fjöldi þeirra sem eru ekki eins og þú eða fjöldi annara fer svona hækkandi í samfélaginu og þá ferðu að upplifa einhvers konar svona ógna því að það er allt í lagi ef það er
einn litaður í öllum grunnskólanum, það bara auðvitað rasismin, hann fer ekki að birtast fyrir en að það hópur sko og og að því að Ísland hefur náttúrulega bara breyst að þessu leiti að það myndi ekki koma mér á óvart ef að ekki bara meðal unglinga, heldur bara á Íslandi að þessi vandamál hér sé að fara að aukast af því að það það sem að gerist. Ómeðhöndlaður rasismi. Já. Það sem við ræðum ekki hann, rasismann sem hefur grassað í samfélaginu. Já. Og svo þegar tilefni komið, þegar það eru nógu margir, að þá gýsa hann upp svona eins og ómeðhöndlaður áratugum saman. Já, ég einmitt. Ég myndi alveg, kemur ekki á óvart ef að þessi vandamál allavega að við myndum sjá þau versna áður en þau fara að batna, áður en fyrir að draga úr þeim, sko. Þá getum við séð svona vond atvik og ofbeldi og mikla vanlíð en áður en við komumst þangað á þetta fyrir að skána. Já, ég held að það kemur allavega ekki á óvart, sko, og þú segir þú segir ómeðhöndlaður rasismi. Já, svona það liggur bara að hann þarna og við ræðum hann ekki að því að það bara koma fyrir tilefni og það kemur bara, svo þegar tilefni kemur, þá kemur bara samansúraður rasismi frá 1940. Já, akkurat. Sem að hefur bara verið ómeðhöndlaður ekki tímana því við höfum aldrei rætt þessi samfélag. Við höfum bara afneitað þessi til. Já. En það, og við sjáum það alveg, útlendinga andúð og það er oft verið mælt í könnunum og svona. Já, þó svo að kannski svona meðaltals miðlungsafstæðan sé í lagi, þá er hópurinn sem er með andúð frekar stór. Já, og það fer líka sko það er svona áhugavert að þegar það er spurt, að fyrir eftir í hvernig þú spyrð sko, og þegar það er spurt til dæmis það eru margir innflytjendur á Íslandi, þá er hópurinn hefur ekki verið mjög stór og svo segiru innflytjendur eru góði fyrir íslenskan efnahag og þá er mjög margir sem segja já, en svo fer það að spyrja til dæmis bara aukinn fjöldi innflytjenda mun leiða til fleiri glæpa og þá það er stór hópur á Íslandi sem er samfærður það sko og aukinn fjöldi innflytjenda frá Mið-Austurlöndum mun auka líkur á hryðjuverkaárás. Stór hópur samfærður það. Þetta þjóðin heila þau það. Já, alveg hreint. Þannig að það eru svona... Hóra vandakallin í bíómyndum frá Mið-Austurlöndum núna í 40 ár. Já, einmitt. Tók við af þjóðirunum. Já. Og var tímabil Suður Afrikani. Já, hefur breytist. Það er alltaf verið að færa okkur óvinnin í gennum menninguna. Já. Og þannig að ég held að þetta sé rétt hjá þér að það bara að tala um þetta og tala um þetta snemma í grunnskólanum við krakkana og Ég talaði við rauðaborði við íslenska konur sem er í Árósum. Já. Og vinnur við það að tala rasisma við þá sem að sýna svoleiðis tilhneigingar. Það er gert inn í skólakerfinu. Já. Og þar eru krakkarnir það er svona ef þeir eru í áhættuhóp og það er svona mismunandi aðferðir. En þar hefur fólk trú á því að það að opna umræðuna, eins og þú varst að segja áðan, með svona að ekki fara að skrimslavæða þá sem að flagga vinsælum skoðunum, getur við sagt, eða öfga hægri skoðunum eða hvað sem er, að ekki sussa það, heldur að búa til samtal. Að það sé leiðin til þess að draga úr líkonum á ofbeldisverkum. Finnst það líkleg? Já, mér finnst það og ég held að við bara þurfum að gera þetta. Við þurfum að gera þetta núna að skoða þetta. Hvernig getur gert þetta og er þetta íslenskona í Árósum? Já, einmitt. Heyrt hana. Já, einmitt. Það þarf að vera og sko einmitt, þannig að þessar svona aukafullu samsæriskenningar sem eru út allt á internetinu, það ná ekki sko að því að hóparnir eru samansettir af
við erum líka átt okkur á því, samansettir alls konar einstaklingum. Þetta eru einhverjir sem hafa hreinlega hagaði að búa til óreiðu og búa til ofbeldi og svona í samfélaginu. Ótta og ástand og Og til hvers? Til að kalla á hörð viðbrögð stjórnvalda? Til dæmis, sko. Og eða það geta verið ýmsar ástæður, til dæmis að draga athyglina frá okkur öðru. Það eru menn hafa hagaði að svona búa til óreiðu á einum stað til þess að En svo er þetta líka einmitt fólk sem þessar svona hatursfullu skoða, eða þú veist, rasismin í raun og veru ristir ekki djúpt og kvenhatrið ristir ekki djúpt. En það að tilheyra samfélagi þar sem að þú ert samþyktur af því að þú ert ekki í hinu almenna samfélagi, að það þér mikils virði og þess vegna tekur þátt. Þarna finnur einhverja svona það sem að það borin virðing fyrir þér, þínar asnalegu spurningar og hugmyndir, þeim bara vel tekið. Ég sé asnalega því að það svona upplifun sem þú færð annars staðar, en svo þetta líka bara fólk sem kannski fáfrótt og óttaslegið og það hægt að mata þannig fólk og þess vegna þarf að ræða þetta þannig að það sé hægt að það sé ekki svona auðveldlega haft áhrif á fólk sem ekki, þar sem að rasismi ristir einmitt ekki djúpt. Byrjuðu að tala hryðjuverk. Já. Og svo erum við búin að tala raunverulega bara ástandið í samfélaginu. Það er svona sem að einhver jarðvugur sem getur verið jarðvugur fyrir ræktað upp hryðjuverk eða ofbeldisverk, skemmdaverk, líka bara einelti og annað slíkt. Er þetta allt saman tengt af einhvern hátt? Er þetta bara svona einhver stigmögnun? Þannig að maðurinn sem að gæti verið í einhverju nýnasta grúpu og verið að eyðileggja leiði í gyðinga, að hann gæti framið stórt hryðjuverk eða sýnt ofbeldi gagnvart konum. Þetta sé einhvern veginn sama rótin. Já, ég held að einhverju leyti þá sé til dæmis bara hvaða viðhorf við höfum til þess að þú leysir vandamál með ofbeldi og hvaða umburðarlyndi við höfum gagnvart árásarhneigð almennt og gagnvart því að beita ofbeldi til að ná fram markmiðinum, að það svona sama rótin þarna og hvort að við höfum til dæmis hvort okkur finnist í lagi að labba fram hjá einhverjum stúlkum í Smáralind á þess að stoppa og grípa inn í og svona almennt, maður skiptir sér ekki að öðrum og öll svona, ég held að þannig erum við með sömu rót og þetta eru svona viðhorf sem breytast. En svo annað það getur náttúrulega, þetta er ekki alveg einfalt. Nei, þetta getur verið einmitt að svo getur verið ýmsar ástæður, en ég held svona að mörguleyti sé þetta svipurót og líka bara að svona almenn stríðsástand í heiminum og það hafa til dæmis flestir spáð því núna að við munum sjá mikla aukningu og tíðni hryðjuverka árása bara í kjölfar Rússland-Úkraínu stríðinu, af því að það er það sem að gerist venlega, bara stríðsátök leiða til þess að stigmagnast dreifast og mynda búa til svona hópa sem verða hryðjuverkahópar og þannig að það er líka ef það ríkir ekki almenn friður í heiminum hjá þessum stóru eða bara í pólitíkinni, að þá náttúrulega hefur það áhrif. Það getur haft áhrif á svo margt. Og það sem hefur áhrif í einu landi hefur áhrif á allan heiminn í dag. Við erum bara
alþjóða samfélag, það bara þannig, Já, bara bóða umburðarlynd og frið. Já, þetta hérna Sem bestu vörnina við hryðjuverkum. Já, og ég umburðarlynd og frið, umburðarlyndi gagnvart fólki sem til dæmis lítur ekki út eins og við og umburðarlyndi gagnvart drengjum með asnalega skoðanir eins og svo. Já, en ekki þú ert ekki að tala no tolerance, bara hafnaði heldur sína umburðarlyndi upp að nota þessar skoðanir eða það ekki ofbeldisfullar, leði ekki til ofbeldis. Einmitt, en ekkert umburðarlyndi gagnvart ofbeldi hins vegar. Og ég veit að það rosa mikið af fólki sem algjörlega ósammála mér núna í þessu að maður eigi alls ekki að vera umburðarlyndur gagnvart orður ofbeldi, segir ykkur? Já, að því að orð séu ofbeldi og þegar ég segi umburðarlyndi þá ég ég veit það ekki og ég gef því alveg séns að ég hef rangt fyrir mér að þetta sé ekki leiðin en það Ég skal vera umburðarlyndur og þólaði það. Já, takk fyrir það. En það sem og ég svona ég líka að hugsa bara hvað ég að segja sem byggt á einhverju sem bara í fræðunum og hvað ég að segja sem byggt á bara minni tilfinning og skoðunum og stundum flýtur það saman og ég ekki alveg viss, bara svona disclaimer að en að því að til dæmis bara, og nú ég var að segja þetta vegna þess að það sé að segja núna byggt svona minni tilfinning og skoðun en ekki endilega á fræðanum. Það er Margrét sem er að tala. Margrét sem er að tala og þegar ég að fylgjast með opinberi, þegar fylgjast með svona, nei ekki opinberi, heldur bara svona umræðu á internetinu að það oft auðvitað mikil heift og ég skil það fólk sem verður fyrir aðkasti að því að það tilheyrir minnihlutahóp skuli upplifa heift og að því að það upplifir alls konar svona áreiti sem að ég mun aldrei skilja og ég mun ekki geta sett mig í spor til dæmis innflytjanda á Íslandi og þannig ég skil það og finnst það bara algjörlega eðlileg viðbrögð við einhverju sem úrt að upplifa í daglegu lífi en svo sér maður hóp sem bara hópur eins og ég sem rosa aggressíft á internetinu og túlkar alltaf væsta veg og kallar fólki illu nöfnum og ég svona nappa fólk fyrir nappa fólk fyrir rangar skoðanir og ég hugsa stundum ertu að ýta undir vandan eða ertu að, hvað ertu að gera? En svo, kannski ég bara meðvirk. Þetta eitt af stóru málunum í okkar samfélagi núna. Umræðan okkar mjög svona skorinn teygð og tóguð út af þessu, Já. Og að því að þú veist að tala að við erum ekki að tala hlutina, þá erum við líka að tala þetta. Já. Á þess að upplifa við sem að labba á glerbrotum. Já. En það stundum þannig. Alveg hreint. Nei, og ég upplita líka eins og sérstaklega bara á þessu samfélagsmiðlum og svo Twitter. Ég upplita svona líka til dæmis þegar og Facebook og annars þar, til dæmis hef ég séð þetta þegar að ungi karlmenn eru í einhverju umræðu sem kynferðisofbeldi og þeir eru að reyna að læra og ég veit að sumir eru náttúrulega bara algjörlega og eru með kvenhatur og hafa engan áhuga en svo sé ég alltaf einn og einn svona vilja læra og býtu hvað er þetta og eitthvað og það þarf svo lítið til þess að viðkomandi sé fordæmdur fyrir að og segja eitthvað pínlítið vitlaust og og þetta er svona þessi en þú veist. Þú byrjar að tala þetta því vorum að tala það hvernig hægt að ekki rekja fólk út úr umræðinni sem með asnalega skoðanir. Já. Og sem eiginlega það sé forvörn í því að leyfa þeim að vera inni. Já, það er Og þá er það ekki þannig að þú mátt vera inni eða þú segir allt eins og ég vil. Heldur það að þú mátt koma inn með þína ósiði. Einhver leyti. Ég held að að ein leið er auðvitað bara að að tala niður til fólk sem hefur áhyggjur af því að það sé of margir innflytjendur í Íslandi og tala og kalla það illu nöfnum og uppnefna það
og en það mun ekki hætta að hafa þessar skoðanir þegar við gerum það og það mun getur leitt til þess að það safnir saman í einhvers konar hóp eða við getum bara reynt að spyrja okkur af hverju hefur áhyggjur að það séu of margir útlendingar á Íslandi, hvað getur gerst, hverju hefur áhyggjur að og þurfum við að hafa áhyggjur að því og já, sko ég er ekki einu með þessa skoðun, ég held að það virki betur og þetta og líka sko að því að Svo fylgir fjölgun innflytjenda ákveðin vandamál. Já. Það er bara, við vorum að tala áðan íslenskuna. Það reynir á íslenskuna. Já. Ef þú ert í láglaunastarfi þá er það miklu meiri samkeppnisstarf. Það er ekki að sýna fram á að fjölgun innflytjenda hafi haldið aftur á launahækkunum, til dæmis hjá iðnaðarmönnum í byggingarðinni. Það er mikið álag á leigumarkaðinn. Já. Og svo er það svona bara félagslegt mál að þú kannski byrjar að vinna í íspinninum í gamla daga og talaður í kaffistofunni við vinkonuðinnar og nú situr það inn eftir og það er allir að tala pólsku eða tælensku. Já. Þannig það er ýmislegt það er ekki alltaf fengið með því að bara hafna því að það sé okkur samfélagsbreytingar og það séu allar óumræðilega til þinnis betra. Í því felst ekki endilega þessi sök þeirra sem koma eitthvað. Nei, akkurat. Og þetta er nefnilega sko að því að mikið af fólki sem að tala um þetta þú veist, eitthvað fólk eins og ég með mikla menntun sem að er ekki er ekki að hafa áhyggjur af þessu. En það er Og þá geti láglaunafólki sagt, sko, er með húshjálp frá Póllandi og fer og þær bílinn sinn þarna þar sem er miklu ódýrar heldur að vara þegar innflytjendur og nýtur eiginlega bara góðs að því og fer á veitingastæði þar sem er ódýrari matur og slis. En en það er svona stjættamunur á því hvernig álagið út af fjölgun innflytjenda kemur sem að mér finnst eiginlega, það er bara eins og engin bara þola ræða það, sko. Algjörlega. Nú erum við bara að byrja að leika okkur að rappa á glerfótunum. Já. En sko, að því að hún nefni þetta að sko vandamál tengt innflytjendum og að ræða það, þá eins og í mínu fræðasviði, þá finnst mér áhugavert sko eins og öll þessi umræðum aukna tíðni ofbeldisbrota í Stokkhólmi, Svíþjóð og því að það var líka svona hefur svona ekki það hefur rætt en ekki rætt og svo er þetta orðið eitthvað svona og alls konar sögur og mér er þess að erfitt að fá raunverulegar upplýsingar hvað er að gerast þarna því að ekki rannsakað og svona og svo þegar maður skoðar þetta. Hvað er það? Og þá er það sko einn megin þátturinn til dæmis eins og með innflytjendur eru bara miklu hærri hlutfall í hópnum sem allstaðar á hvaða kynþætti með hvaða uppruna að brjóta á sér eða ungi karlmenn á aldrinum 18 til 30 ára. Ef að sá hópur hækkar hvaðan sem hann kemur, frá hvaða landi sem hann kemur, þá má búast við aukinni tíðni ofbeldis. Ef að þú hærra hlutfall af íbúum eru kallar á aldrinum 18 til 30 ára, þá mun tíðni ofbeldis hækka. Og það er það sem að í hópi innflytjenda hefur það verið hærra heldur en Er það ekki líka bara vegna þess að þeir fá ekki plássin í samfélaginu? Jú, og bara eins og Ítalir á austurströnd Bandaríkjanna sem fengu ekki að koma í samfélagið og þurftu að bara rekka sína í en mafíustarfsemi. Jú. Það er oft þannig, eða ekki? Jú, alveg heitt og þetta er bara mjög svona En þú verður bara að bíða í svona 2 kynslóðir, þá er þetta búið. Já, einmitt. Vonandi. En sko, og þetta er einmitt algjörlega og mikið fjallað og mikið skoðað í afbrotafræði, en bara þessi, þú veist, mér finnst hitt svo að því að það er svo einfalt, það er svo einföld skýring sem að þarf bara að benda á þetta sem að er samt ekki. Þetta er vandamálið, ekki hvað fólki kemur. Þetta er bara á hvað aldri fólkið og bara það er og þá þurfum við kannski að ræða ágrunda kallar á þessum aldri, það er alls konar. Eitt er bara hormonar, þú veist, það er alls konar. Og já, einmitt og svo einmitt út af ýmsu þáttum að þá eiga þessir innflytjendur erfitt með að verða hluti af samfélaginu og búa til sín eigin. Og þá verður mjög, þegar maður skoðar kannanir í Frakklandi,
sko líkunar á því að múslimskur maður fái vinnu og það verður alltaf verra sko múslimskur maður sem með BA-próf hann er kannski 1 á móti 20 að hann fái vinnu með að við þann sem er með BA-próf er ekki muslimi. Það verður eiginlega verra því því er oft sagt sko, þú er að læra íslensku, þú er að gera þetta. Þarna þetta sjá það í könnunum rannsóknum í Fraklandi, að það er eiginlega verður bara alltaf verra sko. Já. Það er orðið svo rosalega aðgreining og ótti og uggur. Já, en það ástandið er mjög slæmt þessu leyti og afleiðingarnar eru náttúrulega bara afbrot meðal annars og Og það er svona smá áriti eins og þetta segja á hann að úslensku strákur í París sem gengum íþróttatösku, það horfa allir á hann eins og velta fyrir hvað er í töskunum. Akkurat. Það er alveg... Þetta er ekki eitt atvik sem gerist eða 25, þetta eru öll atvikin sem gerast, þú veist, sem að við tengjum ekki við sem höfum ekki reynslu af þessu og finnst kannski einmitt viðbrögð einhvers vera úr svona, hvað segir maður, out of proportion eða þannig og þannig að bara, ég veit ekki þú veist, við erum byrjað á þessu samtali Herðu, við byrjuðum á að tala hvað verið mikill munur á refsirammanum ef það er skilgreint sem hryðjuverk eða ekki. Heldur að sé hætt á því að því að ég heldur að við líka skoðað viðbrögð lögreglunar í alls konar málum. Já. Heldur að sé hætt á því hvernig lögreglan í Íslandi byrjaði þetta mál sem við erum að tala í kringum. Með því að skilgreina sem hryðjuverk á blaðamannafundi. Að það geti reynst erfitt fyrir verjendunar og þessa drengi að losna úr þeirri skilgreiningu. Já, ég held að geti verið erfitt að losna úr þeirri skilgreiningu. Mikil metnaður lögreglunar að halda þessu til streitu. Ég bara þór ekki að ræða gengismálið eftir. Já, ég þór ekki að fara með það sko, en ég held að verði erfitt að losna við það og ég held að sko, og svo þetta er einmitt vandamáli við að það sé ekki skýrt og þetta sé svona svona einhvers konar, ég vil ekki segja algjörlega geðþátta ákvörðun, undir hvað þetta fellur, en það er mjög rúm svona túlkunar skilgreining. Já, og og viðbröðin okkar sem samfélags og lögreglunar og allra verða bara allt önnur leið og það fellur undir þessa skilgreiningu. Og sko hættan er auðvitað hver hefur valdið til að ákveða það sko. Og við erum líka, það er bara Hæstiréttur á endanum. Á endanum, en það er hver hefur valdið til að ákveða miklu fyrr sem verður til þess að í hugum okkar eru þessir menn allt aðri menn heldur en ef þeir væru skilgreindir á annan hátt. Það er kannski ekki allir í samfélagi sem að taka marka á þessu, en lögreglan kynnti þetta náttúrulega. Já. Hún kom til okkar og sagði það að hún hefði afstýrt mikilvæg vá. Já. Og bara, kannski bara hefur hún gert það og ég get ekki, þú veist, ég vil ekki vefjengja það. Ég meina, hvað hefur við all þessi skotvopn að gera? Það er eitthvað, og hvort þeir voru að grínast eða ekki grínast, þeir voru með þessar byssur, þessar sjálfvirku byssur og Það er svolítið munur á því, talaði ég af pílum til reynslu, að þeir eru að gæla við að drepa þig, hvort hann eigi hellinga byssum heima. Það er svolítið munur. Auðvitað, einhver sem að er bara heima hjá sér í hlíðunum með áengi skotvopn, það er bara auðvitað, það breytir algjörlega þú, hvort að það falli undir einhvers konar, geti mögulega falli undir einhvers konar grín þegar þú ert að viða þig vopna. Já, og og smíða þau. Já, og eitthvað að hvort sem að það tókst eða tókst ekki eða hversu gæði svona skotvopna sem eru búin til í þrívita prentara, þá er það algjörlega aukaðatrið, bara öll þessi skotvopn. Hvað ert að gera með öll þessi skotvopn? Og þú grínast ekki með árás þegar þú ert með öll þessi skotvopn. En þetta er allavega,
hefur svona aðeins fengið held ég okkur á Íslandi til að hugsa svona ógn á Úr hverjum sprettur og bara svona að já en sko það hafa bara svo lengi, það hefur svo lengi verið svo mikið af skotvopnum á Íslandi sem ég held að áttum okkur ekki alveg á. Fullt af byssum í umferð. Já. Fullt af fólki með byssum. Miklu meira en í flestum öðrum löndum. Já. Og það bara... Þetta svona kalladót. Já, safnara og eitthvað og kalladót, já. Því við leifum þessu samtali að fara út og suður og þá er mér lengi dreymt að ná saman að halda skrá kalladót. Já. Það er svona vélsleðar, byssur, fjallahjól og svona, þú veist, sem að tæki útigrillið, móturhjólin. Þá held ég að þetta sé mesta aukning í nokkru neyslu á síðari tímum. Já. Það eru þess að kalladót fyrir fullorðna menn sem að vilja vera einhvern veginn strákar áfram. Á byssunar, þessar 80.000 haglabissur og rifflar eru hluti af þessu kalladóti sem hefur safnast upp. Já. Já, ég meina kalladóti er örugglega bara ágætt en mér finnst sko skotvopn, það er orðið hluti af einhverju svona þegar þú ert með tæki sem getur drepið fullt af fólki á nokkru mínútum. Heima hjá þér. Það bara, ég veit eiginlega ekki, kalladót sko, það er svo, já, það er fullt af fólki í kringum mig sem er svo rosalega ósammála fyrir, með þetta. Þú pröfur að ræða þetta í kvöldverðarbóði, alltaf hvort þú sprengir upp. Já. Margrét, þakka þér fyrir að koma hingað og spjalla þetta. Við fórum svona í kringum þetta en það er erfitt að fjalla þetta því að þetta er umverulega einhverja hugmyndir sem að grassar í samfélaginu, hálf ósnertanlegar. En ég hafði mikið gagn og gaman að spjalla við.